Ágætu flokksstjórnarfulltrúar og gestir. Ég vil þakka Hrönn fyrir hennar fallegu orðum Gutta hérna áðan og þakka Sigrúnu og Hönnu Maríu fyrir að koma hingað og vera með okkur í dag. Það er mikils virði fyrir okkur að fá að segja takk. Arfleifð Gutta held ég að við virðum best í framhaldinu með því að muna þau félagslegu gildi sem hann lagði áherslu á, að virða ólíkar skoðanir, lýðræðislega niðurstöðu og við munum að Samfylkingin þarf og á að vera gott samfélag þar sem við hugsum vel hvert annað. Og við þurfum að muna að vera breytingin sem við viljum boða, að við séum hið góða samfélag sem við viljum byggja fyrir alla landsmenn. Frelsi, jafnrétti og bræðralag voru einkunnarorð sem áttu vel við Gutta og valda því líka í dag hugsum við til Frakklands þar sem að við erum að reyna að skilja ótrúlega atburði sem hafa orðið þar í gærkvöldi, atburðir sem eru nær okkur heldur en mannfall oft er í fjarlægum löndum þegar að ráðist að daglegu borgarlífi í nálægri borg sem við þekkjum mörg vel og eigum jafnvel sum vini ættingja sem þar búa. Ég heyrði af vinum í morgun sem eigum sárt að binda og það er sérkennilegt þegar að hörmungarnar hitta svo nærri. Þessar árásir, þær beinast að þessum höfuðgildum, frelsi, jafnrétti og bræðralagi. Og það er okkur auðvitað óskiljanlegt að frjálst og opið samfélag skuli geta verið ógn einhverjum og að það skuli vera hægt að þróa svo ógeðfellda og óskiljanlega hugmyndafræði að hún líti á frelsi, sjálfsákvörðunarrétt og gott samfélag sem ógn. Þessi ofbeldisverk hafa ekkert með trú eða þjóðerni að gera og svarið við þeim hlýtur að vera það sama og svarið sem að Jens Stoltenberg gaf eftir árásirnar í Útey og Osló. Við verðum að mæta ógninni með enn frekara opnu og frjálsu samfélagi, meiri mannúð, en án þess að vera bernsk gagnvart ógninni sem við að eiga. Á þessum fundi munum við meðal annars ræða hlut ungs fólks í trúnaðarstörfum á vegum flokksins og nauðsynlega nýliðun. Mér finnst mikilvægt að segja upp af þessa fundar og minna á það að Samfylkingin hefur alltaf verið opinn flokkur, opinn fyrir ungu fólki og við erum stolt af því unga fólki sem hefur gegnt fyrir okkur trúnaðarstörfum og gerir það í dag. 3 úr þeim hópi munu tala hér á eftir og lykillinn að velgengni Samfylkingarinnar í næstu kosningum í mínum huga að okkur takist að opna faðminn og bjóða nýtt fólk velkomið, ungt og eldra, með alls konar reynslu og bakgrunn. Mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem að á erindi til starfa fyrir Samfylkinguna og deilir með okkur hugmyndum. Það er verkefni okkar að teygja okkur til þess fólks og sýna að við erum opinn flokkur og að við viljum fá fleiri til liðs. Við erum nú að upplifa sem þjóð mikil tímamót. Árangurinn af endurreisnarstarfi okkar eftir hrun, hann sést núna. Fórnirnar sem við færðum
allar vondu fréttirnar sem við þurftum að flytja, allar erfiðu ákvarðanirnar sem við þurftum að taka, hafa skilað þeim árangri sem nú hefur náðst og sést í batnandi efnahagsástandi. Við vissum alltaf að það verkefni sem við tókum að okkur eftir hrun yrði ekki til vinsælda fallið, en það var nauðsynlegt. Við öxluðum óhjákvæmilega niðurskurðar þörf af raunsæi, en við beindum niðurskurði þangað sem minnst tjón varð af honum og vörðum velferðarþjónustuna og sprota nýs atvinnulífs. Eins og Helle Thorning-Schmidt sagði einu sinni á norrænum fundi sem ég var með henni á, okkur til varnar: íslensku jafnaðarmennirnir eru ekki að skera niður af hugsjón, þeir eru að gera það af nauðsyn. Á því er grundvallar munur. Og veldur hver á heldur. Við jukum markvisst tækifæri ungs fólks til að komast úr atvinnuleysi með fjölþættum verkefnum, þannig að atvinnuleysi ungs fólks dróst hraðast saman. Við opnuðum framhaldsskólann upp á Gátt og metútskrift úr Háskóla Íslands í fyrra var engin tilviljun. Hún var afleiðing meðvitaðrar stjórnarstefnu að bæta mannauðinn og styrkja hann á krepputímum. Við settum jafnrétti kynjanna og mannréttindi allra í forgang og það hefur fáum þjóðum tekist að horfa tilbaka eftir krepputíma og sjá að þeim hefur tekist að hækka framhaldsmenntunarstig og auka og bæta mannauðinn. Hugsjónir og aðferðir okkar jafnaðarmanna áttu erindi þá, alveg eins og þær eiga núna og munu eiga erindi alla framtíð. Síðustu fréttir af nauðasamningu slitabúa gömlu bankana eru vonandi loka fréttir af viðureign þjóðarinnar við hrunið og það er ástæða til að óska okkur öllum til hamingju með niðurstöðuna ef spár Seðlabankans lækkun erlendra skulda þjóðarbúsins ganga eftir. Þá blasir við sú mynd að úrvinnsla hrunsins hafi tekist svo vel að Ísland standi betur en mörg lönd sem fengu mun minni ágjöf í hinni alþjóðlegu fjármálakreppu. Þessi niðurstaða byggir á réttum ákvörðunum. Við getum verið þakklátt fyrir að sú síðasta að fara samningaleið við erlenda kröfuhafa á þeim grunni sem við sköpuðum með því að fella slitabúin undir höft var farin á grundvelli faglegra ráðlegginga okkar færustu sérfræðinga. Og þegar horft er tilbaka skipta 3 ákvarðanir mestu máli þessa niðurstöðu. Setning neyðarlaganna, samvinnan við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og ákvörðunin að fella slitabúin undir höft. Þessar ákvarðanir hefðu ekki verið teknar nema vegna Samfylkingarinnar. Við komum í veg fyrir að Ísland sogaðist inn í gjaldþrot bankana, gátum dregið úr niðurskurði velferðarútgjalda og gerðum mögulegt að verja íslenska hagsmuni fyrir erlendum kröfuhöfum. Þessar ákvarðanir sýndu Samfylkinguna og áherslur hennar í sínu allra besta ljósi. Við stóðum vörð þjóðarhagsmuni en vorum óhrædd við að leita eftir alþjóðlegri samvinnu og bestu alþjóðlegri þekkingu til að greiða úr vandanum. Og rétt stefna skiptir meira máli en stundar vinsældir. Að þessu verki kom fjöldi fólks, innan flokks og utan, og á allt þakkir skildar. En vegna þessa góða árangurs og þess haps sem við fengum með makrílgengd og ferðamannastraumi, þá búum við nú við lengsta hagvaxtarskeið íslenskra seinni tíma sögu. Og lækkun ríkisskulda mun skila okkur auknu svigrúmi, svo nemur tugum milljarða á ári. Það er hægt að nota þá fjármuni til góðra verka, en það er líka hægt að brenna þeim á báli ofþenslu og verðbólgu. Það skiptir nefnilega máli hvernig stjórnað er í meðbyr, ekkert síður en í mótlæti. Þegar Norðmenn hlutu fordæmalaust happ og uppgötvuðu olíuauðlindir sínar, þá var mörkuð nýtingastefna til áratuga, til þess að tryggja að árangurinn nýttist komandi kynslóðum og yrði til að styrkja innviði samfélagsins, en ekki til að gera örfáa Norðmenn á þeim tíma ofurríka og restin myndi brenna upp í óðaverðbólgu. Og þegar Ísland nú stendur frammi fyrir mestu tækifærum í áratugi, ef marka má Seðlabankann, getum við verið að horfa á minni skuldastöðu en dæmir erlenda skuldastöðu þjóðarbúsins en dæmir í 70 ár. Þá er ráðleysisball ríkisstjórnarinnar þegar byrjað. Engin framtíðastefna hefur verið mörkuð, ekki í gjaldmiðilsmálum, ekki hagstjórnarmarkmið, ekki eflingu þekkingargreina, ekki hvar og hvernig eigi að verða til ný störf, ekkert eflingu fæðingarorlofs
ekkert hvernig aldraðir og öryrkjar eiga að njóta sömu kjara og fólk á vinnumarkaði. Fjárfesting í innviðum hefur verið vanrækt, hvort heldur í menntun, heilbrigðisþjónustu eða samgöngum, en gríðarlegum fjármunum varið í að lækka skuldir fólks sem þekkir ekki skuldavanda nema af afspurn. Þessi mynd á að vera okkur áhyggjuefni. Því hvað einkenndi aðdraganda síðasta hruns? Jú, ríkisstjórnin réðist í stórframkvæmdir, lækkaði skatta og hækkaði húsnæðislán og Seðlabankinn þurfti þá að hækka vexti á móti. Þetta misvægi sogaði inn fordæmalaust fjármagn sem gusaðist svo út á endanum og felldi krónuna og síðan bankana. Hvað gerðist bara í síðustu viku? Seðlabankinn hækkaði stýrivexti og lýsti eftir samvinnu á hálfu ríkisstjórnarinnar. En frá henni berast engin önnur svör en tillögur nýjar þensluvaldandi skattalækkanir sem munu verða teknar tilbaka með hærri stýrivöxtum ef svo fer sem horfir. Allar skattbreytingar ríkisstjórnarinnar hingað til hafa nýst þeim best settu og aukið á hagstjórnarvandann. Allar hafa hækkað skattbyrði fólks með tekjur undir 250.000. Og tækifærið ekki nýtt til skattalækkana sem gætu haft jákvæð áhrif. Tryggingagjaldið ennþá himinhátt og það skattur á þekkingu og dregur úr getu fyrirtækja til að borga betri laun. Þannig að það má segja að þjóðarflegið sé á fullri ferð áfram, knúið áfram með einstaklega góðum aðstæðum, en engin veit bara hvert stemt. Og margt bendir því miður til að stemt sé beint upp í klettótta strönd. Og það nokkur furða við þessar aðstæður að fólk missi tiltrú á hefðbundin stjórnmál. Við höfum mörgbundið vonir við að hrunið gæti orðið sameinandi lífsreynsla sem gæti hjálpað okkur að breyta stefnu, marka alvöru framtíðarstefnu sem hald væri í og jafnvel breytt grundvallar leikreglunum að einhverju leyti. En við höfum ekki séð það og hvergi verður það ljósara en í meðferð breytinga á stjórnarskránni. Við skulum vera stolt af því með hvað hætti Samfylkingin á síðasta kjörtímabili kom hugmyndinni stjórnarskrárbreytingar lengra en nokkur dæmi eru Og þegar ljóst var að við kæmum málinu í heild ekki í gegn undir lok síðasta kjörtímabils, þá lögðum við á það áherslu á að tryggja því líf á nýju kjörtímabili. Nýr stjórnarmeirihluti vildi setja nefnd fulltrúa allra flokka að vinna málinu. Við höfum tekið þátt í þeirri vinnu og fulltrúar allra flokka hafa unnið að heilindum að mikilvægum þáttum stjórnarskrárbreytinga allt þetta kjörtímabil með það að markmiði að þjóðin geti greitt þær atkvæði samhliða forsetakosningum í vor. Valgerður Bjarnadóttir hefur leitt þessa vinnu fyrir okkur af mikilli einurð og við höfum lagt á það höfuðáherslu að margítrekkaður þjóðarvilji þjóðareign og auðlindum og þjóðaratkvæðagreiðslur verði virtur í þessum breytingum. En svo athyglisverða staða núna komin upp að það eru allir flokkar í nefndinni tilbúnir að ljúka tillögugerð nema einn og það Sjálfstæðisflokkurinn. Við skulum tala hlutina eins og þeir eru og skila skömminni þangað sem hún á heima. Þessi flokkur sem margsinnis búinn að lofa þjóðareign og auðlindum, margsinnis búinn að lofa þjóðaratkvæðagreiðslum, teflir þessu máli nú vísvitandi í tímarhag og kemur í veg fyrir samstöðu grundvallarbreytingar. Og þessi íhaldsflokkur Íslands stendur svo sannarlega undir nafni en hann að falla á tíma. Aðstæður á Íslands í dag eru, eins og ég sagði áðan, á margan hátt öfundsverðar. Og þá að vera okkur í Samfylkingunni tilhlökkunarefni að koma aftur að stjórn landsins eftir næstu kosningar. Og í alvöru, þetta verkefni stórkostlegt. Við þurfum ekki að breyta Íslandi í einhvers konar Singapore norðursins eða annars konar gósenland misskiptingar og mannvonsku. Þvert á móti, fólk flýr Ísland þrátt fyrir gott efnahagsástand til að fá að búa við þau samfélagsgæði sem sósíaldemókratísk forgangsröðun hefur skilað í okkar næstu nágrannalöndum.
Það þarf nefnilega bara að setja heimilin í fyrsta sæti. Það þarf í reynd bara framsókn fyrir heimilin. Framsókn bara ekki að bjóða upp á hana og skilur ekkert í því af hverju fólk að flýja. En þeim til upplýsingar og öðrum rétt að fara stuttlega yfir það, hvað það sem fólk lýsir sem ástæðum brottflutnings á landinu. Hærri laun í nágrannalöndunum en hér og styttri vinnutími, húsnæðislán sem lækka þegar borgað af þeim og öruggleigu húsnæði, húsnæðislánavextir upp á innan við 2%, engin verðtrygging, fæðingarorlof upp á 12 til 18 mánuði, heilbrigðiskerfi ekki fyrir skattfé og heyrir til undantekninga að fólk þurfi að reiða fram fé úr eigin vasa fyrir þjónustu og lægra matarverð. Fólk á ekki að þurfa að flytja út til að njóta þessara gæða. Við getum einsett okkur að flytja þetta ástand inn. Það hafa aðrar norrænar þjóðir gert undir forystu jafnaðarmanna og það getum við gert líka. Hættan að ríkisstjórnarflokkarnir haldi nú áfram með þeim augljósu freistingu að gína yfir því svigrúmi sem þeir hafa núna til þess að útdeila gæðum til vina sinna og kaupa sér kosningasigur í næstu kosningum með nýjum skammtíma lausnum. Forsendan fyrir því að þeim takist að halda landinu lokuðu. Þess vegna má ekki ræða nýjan gjaldmiðil. Þess vegna heldur Sigmundur allar ræðurnar skaðsemi erlendra fjárfestingar. Þess vegna búið að senda vikadrengi Framsóknarflokksins af stað til þess að tala hvað það sé skelfilegt að útlendingar eigi banka. Það til þess að passa það verði engin samkeppni bestu bitana. Við þekkjum þessa sögu. Það sorglega að stjórnarflokkarnir skuli enn standa í vegi þess að síðasta einkavæðing skuli rannsökuð. Það orðið pólitísk höfuðnauðsyn áður en lengra verður haldið í sölu á þeim bönkum sem nú munu falla til ríkisins. Það vert fyrir okkur að staldra við. Ég hef tekið eftir að fólk spyr mikið hvað framtíðarstefnan. Það ekki skort á það að Samfylkingin setji fram framtíðarstefnu. En ég held að skipti miklu máli að við förum að tala miklu skýrar hana. Því aðrir flokkar ekki að bjóða upp á heildstæða framtíðarsýn. Og hagsaga Íslands bara víti til varnaðar. Vegna þess að sagan segir okkur að við förum ekki hratt út úr kreppum, öfugt við það sem við höldum flest, þegar við berjum okkur á brjóst, og kreppur hafa almennt varað lengur á Íslandi en þörfar á, yfirleitt nærðar af sundurlyndi og sérhagsmunum. Og viðsnúningur í efnahagslífi hefur yfirleitt orðið, eins og núna, vegna ytri haps, eins og makrílgengdar eða aukins ferðamannastraums, en ekki vegna þess að menn taki til heima hjá sér og leggi grunn að vexti. Norræn velferðaríki ekki bara fremst í velferð, þau líka fremst í verðmætasköpun. Erlend fjárfesting þar margföld á Ísland og þar ekki landlægur ótti við erlent fjármagn eða heilbrigð markaðsviðskipti. Og við þurfum að muna að norrænir jafnaðarmenn hafa alltaf gengið fremst í flokki við að tryggja öflugt markaðshagkerfi til að standa undir kostnaðinum af góðri velferðarþjónustu og við þurfum meiri stöðuleika, sterkari gjaldmiðil, meiri erlenda fjárfestingu og lægra vaxtastig. Þá fáum við betur launastörf og verðum ákjósanlegra samfélag. Þetta kom svo skýrt fram í umræðinni hér í morgun þegar að Svana Helen fór yfir ágalla krónunar. Og það skiptir höfumáli fyrir okkur að bjóða fólki upp á framtíðarsýn nú þegar að stjórnmálin ráðast sífellt í meira mæli af viðbrögðum við atburðum dagsins í dag. Húsnæðismálin áfram brýnasta velferðarmáli og það gott að sjá húsnæðisþingið sem að okkar fólk í borginni hefur staðið fyrir í gær og í dag. Þar verið að fitja upp á lausnum sem sveitarfélög geta sett fram. Okkar fólk í sveitarstjórnum alls staðar að reyna að finna lausnir á þessum málum. Í Kópavogi vorum við meira segja svo örlát að gefa meiri hlutanum þáttöku í hugmyndum sem Samfylkingin hafi sett fram og núna kynntar sem sameiginlegar hugmyndir Kópavogs til úrlausnar í húsnæðismálum. Við höfum lagt allt
fram til þess að styðja við stjórnvöld og auðvelda þeim leiðina áfram að taka á þessu máli. Og ég veit ekki hvar maður á að byrja að þylja upp allar þær tillögur sem við höfum lagt fram, hefur verið tekið vel í en ekkert gert með. Við höfum stutt ríkisstjórnina þegar hún seint og síður hefur komið með einhverjar tillögur og einhverjar hugmyndir sem síðan verða aldrei neitt og aldrei verður hins vegar neitt að veruleika. Þetta er orðið gersamlega ófært ástand. Og þegar félagsmálaráðherrann sem ber ábyrgð á húsnæðismálum boðar 7 frumvörp fyrir áramót og ekkert þeirra hefur þegar birst, þá sýnir það í hnotskurn að þessi ríkisstjórn er ekki fær að taka á þessu stærsta úrlausnarefni íslenskra stjórnmála í dag. Og við verðum að lofa því þjóðinni að úrlausn húsnæðismálanna verða að vera fyrsta verkefni nýrrar ríkisstjórnar sem Samfylkingin á aðild að eftir kosningar. Því að það er ekki hægt að láta fólk bíða endalaust í fullkomnu vonleysi. Það síðustu, góðir flokksstjórnarfulltrúar, þá veit ég það að það er erfitt að koma á flokksstjórnarfund þegar fylgið mælist 8%. Og það fellur ekkert með okkur. Og ég veit að það er erfitt fyrir ykkur og flokksmenn alla að halda upp í vörnum fyrir flokkin og hreyfinguna þegar að allt er okkur mótdrægt á kaffistofum og meðal vina og hvert sem við komum. Og sko, ég fæ alveg minn skammt af bröndurum það hvað það sé fáir í kringum mig og svo framvegis. En það er okkur hollt að muna að eftir nokkra mánuði höldum við upp á 100 ára afmæli stjórnmálahreyfingar jafnaðarmanna á Íslandi. Og í þessi 100 ár hafa þetta skipst á skinn og skúrir, sigrar og ósigrar. Og stundum meira að segja, er þetta bara eins og að ganga, ég veit ekki, á hvers konar fjall. Þetta er stundum bara eins og að taka 1 skref áfram og 3 aftur á bak. Men ef við horfum 100 ára aftur í tíman, þá er það eina sem stendur eftir að framsóknarmenn eru búin að eyðileggja allar þær góðu lausnir sem jafnaðarmenn hafa komið með í húsnæðismálum í 100 ár. En streðið heldur áfram. Og við getum ekki afneitað verkefninu vegna þess að það er óleyst. Og það verður áfram brýn þörf fyrir sósíaldemókratískan flokk. Flokk sem ræður við að sameina velferð og verðmætasköpun, frjálst markaðshagkerfi og öfluga velferð rekna fyrir almannafé. Við þurfum flokk sem tryggir fólki öruggt húsnæði þó það fæðist ekki með silfurskeiði í munni. Við munum áfram á nýrri öld þurfa flokk sem berst gegn aðstöðumun og launamun kynjanna, rányrkju, ofbeldi og kúgun, heima og heima. Við munum þurfa flokk sem veitir öllum frelsið til að keppa á frjálsum markaði og jafnréttisgrundvelli og flokk sem veitir öllum frelsið sem felst í því að eiga aðgang á ókeypis menntun og heilbrigðisþjónustu. Og flokk sem tryggir fólki frelsið til þess að geta orðið fyrir áföllum, geta mist vinnu, án þess að tapa afkomu og sjálfsvirðingu. Því hvað sagði ekki Haraldur Guðmundsson 1944? Við verðum að létta af öllum oki og ófrelsi, örbirðar, skorts, fáfræði og volæðis. Við verðum að útrýma bölvun öryggisleysisins og kvíðanum fyrir komandi degi. Þetta verður áfram verkefni íslenskra jafnaðarmanna á nýrri öld. Skulum taka því fagnandi og glíma við það saman. Takk.